Ok, sko, díóða sem það má segja að þetta sé einstefnuloki. Þetta rör hérna með svona spjaldi og gormi og vatni kemur hér inn og til að opna spjaldið þá krefst hún 0,7 volt. Ef hérna væri 10 volt þá kemur 9,3 út. 0,7 volt þarf ég að opna spjaldið. Og þá er díóðan svona, þetta er anóðan hérna, þá er plús hér, þá opna spjaldið, þá leiðir hún. Ef plúsin er hinum megin, katóðinni, þá loka spjaldið og ekkert í gegn. Þetta er díóða, hún hleypir rafmagn í gegnum sig, eða plús á anóðinni, eða plús á katóðinni, þá lokar hún á það. Og svo erum við svona mynd, þetta til að útskýra þetta, og hérna spyr hvaða ljós loga, og þessi leiðir hér logar, þetta logar ekki, X og þetta logar, og þetta hér logar. Þessi tvær hér. Þessar þarf leiða plúsin í gegnum sig hérna, sem þrjár hér. Ekki sig hérna, því að hér er hún öðpóluð. Ok? Þetta held ég séu öll með á hreinu. Bleita hérna, törskulega mér, það þurrka af. Ef þið eru ekki með eitthvað á hreinu hjá mér núna, endilega látið þið vita og þá bara skoðum við það. Nú hefur við nógan tíma. Og næst kíkjum við á ljósdíóðuna og hún er, sjáu þið, til muni hvernig hún er kannski. Hún er sem þessi rauða hérna. Þetta er svona plast, þetta er svona plast með 2 löppum út úr og hér gildir það til að finna skautin að langa löppinni plús, stuttaði mínus og hér er svona flatt af plastinu og svona flatur flötur og það er sem sagt katóðan. Og þessi díóða, hún, fyrir með datasítið á henni, hún þarf 2 volt yfir sig og hún þarf 20 milliampere í gegnum sig. Og þetta er alltaf smá ævintýri fyrir suma að breyta milliamperum í ampere. Við skulum bara aðeins kíkja á þetta. Hérna er 0,000,000 og við haldið þetta áfram alveg endalaust. Þetta hérna er amper í heilu lagi, þú veist. 5 amper, þá er hér 5. Ef það er 5 amper. Þetta heitir milli hér, M. Þetta hérna næstu 3 heita mikró. Við kemur nano, við kemur píkó. Við erum ekkert þar. 20 milliampere, þau að það heima hér í þessu svæði hérna. Og hérna eru, þetta verður 2 milliampere þá er það hér, 20 þá er 2 hér og 200 þá er 2 hér. Þannig að þessi stafur er 2 og þessi stafur er 0. Þetta eru 20 milliampere. Og það sem ampere, þá er 0 hér og 0 hér og svo 2. Þetta er þá 0,02 ampere. Jafnt og 20 milliampere. Þetta er svona kannski það sem gerir mest villuna þegar þið farið að reikna straumana í þessu rásum. Að breyta milliamperum í ampere. En allavega, þetta er svona. Og úr því að leddi má ekki fá meiri straum en 20 milliampere. Og hér erum við einhverja rás, einhverja straumrás, raðteindarás, spennugjafi, DC spennugjafi. Hér er svona viðnám, takmörkunna viðnám. Og hér er ljósdíóðan og hún er teiknuð svona með 2 pílum frá sér, svona. Það eru til líka það sem það er hérna, pílum snúa inn, þá eru ljósnæmar, þetta er sem ljósgjafi. Og hérna yfir eiga að vera 2 volt og sem að hérna séu bara 16 volt hérna, það fann ekki á honum, 16 volt. Og þá þurfum við öll að hafa á hreinu að spennan yfir viðnámið, hún er þá 14 volt. Þessi spenna pluss þessi spenna er spennugjafinn. Og ljósdíóðan, hún vil fá hérna í gegnum sig 20 milliampere sem flæða hérna inn í hérna vír hér, gegnum hana út úr henni. Og þá fara þessi 20 milliampere líka hér inn í þetta viðnám hérna. Og þetta viðnám heitir R1 og þetta díóðan heitir D1. Þannig að R1, stjörnu R1, já, hérna er bara óhljóðmálið hérna. Hendum við setna þessu upp. Þrýting
U, I, sinnum R, svona, svona, svona. Og við ætlum að finna R-ið. Hendin yfir R, við deilum straum upp í spennu. R er jafnt og U deilt með I. Og þá þurfum við bara hérna fyrir neðan, hérna bara. R1 hérna er þá jafnt og U yfir R1 deilt með straumum í gegnum R1. Og þið sjáu að spenna hér í 14 volt og stöðum 20 mA. Hér er 14 volt, 20 mA. Og þetta er bara jafnt og 14 deilt með, og nú kemur í amperum, 0,02 ampere. Svona, og þetta eru 700 ohm sýnist mér. 2 upp í 14 er 7 og 2,0 hérna er 700 ohm. Þannig að þetta er nú alltaf sem þau þurfa að gera í ljóstíðarásinni, að það er að reikna út viðnámið R1. Og síðan þurfum við að geta reiknað út aflið, því að þau nú ætlaðu að kaupa hana viðnám. Og þá þurfum að vita, ég ætla að fá 700 ohm að viðnám, og þá er spurt næst, hve mörg vött? Og vattrýtingurinn, hann er svona, og hendin við vött er jafnt og straumur sinnum spenna. Þannig að vött R1, vötti sem eyðast í einu sem hiti, er UR1, alveg saman spennan hér, sinnum IR1, saman straumur hér, og bara margum það saman, og það er það 14 volt, sinnum 0,02 ampere, og nú þarf ég að reikna vel. Þetta er 28 eitthvað, sjá. 14 sinnum 0,02, 0,28 vött. Ok. Viðnámið sem við höfum notað upp í skóla, sem pínu litlu, þau eru kvart vatt. Þau eru kvart vatt og það eru 0,25 vött. Þannig að þau eru lítil. Við þurfum 0,28 vött. Þannig að litlu viðnámið upp í skóla, þau eru lítil fyrir þessar ásér. Þetta við erum hittar það mikið og það brennur. Þannig að þið þurfum að kaupa hálft vatt eða 1 vatt eða bara allavega eitthvað stærra en 0,28 vött. Þannig að þetta tvennt þurfum við að geta gert í ljóstíðunni. Reiknað stærna viðnáminu og reiknað út hvaða eyðist mikið aflið í sem vött. Einfaldir reikningar, ohmslögmál og svo vöttin. Ok? Við þjótum yfir þetta. Næst er það senerinn. Og ég fór nú í díóðinni hvernig hún virkar. Það er að segja bakspenna. Kennilínan fyrir díóðu. Fyrir afreiðisdíóðu. Svo vorum við þetta með fyrst, þetta með ljósin og perurnar og þetta dótt. Það er að segja, kennilínan er sem sagt, hér er spennan yfir díóðuna, UD, í leiðandi átt, og hér er straumurinn í gegnum hana, IC, í leiðandi átt, hér er straumurinn gegnum hana í hindrunar átt, og hér er spennan yfir hana í hindrunar átt. Hérna við 0,7 volt, hér leiður hún ekki neitt, svo fyrir hún allt inn að leiða. Þetta er kennilínan fyrir leiðandi hlutan. Svo en við hindrunaráttina, þá leiður hún ekki neitt, venjuleg díóða. En senerinn, þá getum við breytt þessu hérna. Við getum stillt hér hvað hún fer að leiða. Segjum þetta hér séu bara 10 volt hérna. Hér eru 10 volt hérna. Það myndi hún heita B, Z, X, var þetta ekki 55C, 55C, 10 Vaff 0. Þetta er nafnið á senendíóðu sem leiðir í bakspennu, þetta hér er 10 volt. 10 Vaff og svo ekkert meira. 10 volt. Þetta þýðir bara sener, þetta þýðir ósipundum kísil og þetta er eitthvað annað. Þannig að þetta nafn og rásinn er þá, það er aftur jafnspennugjafi, svona, og hér er takmarkunandi díóðan,
og hér er senerinn og nú er hún í hindrunarátt. Það er plusinn í katóð, þá leiður hún ekki neitt og ennir undir díóðum. Það er að segja, rásinn væri svona, hvernig ekki að viðnám og díóðan væri svona og þetta væri afriðisdíóða, þá leiður hún ekki neitt. En því til sener, þá koma svona einna vængir hérna til hliðar, þetta er sener og þá er búið að stilla brotspennuna og það er ástimplað að spennan á henni sem er brotspennan hérna. Og svo þið farið á Google og sláðu sér hérna nafnin og þá fáið þið upp tvennt. Við skulum hafa hana bara 7,5 volt. 7V5. Við vorum með hana hjá okkur, þú vorum í þessum tilhörum hérna. Við höfum þetta hérna bara 7,5 volt hérna. Hér. Þetta er brotið. Og við skulum hafa hérna bara, við höfum hafa hérna kannski ykkur nýja spennu. Ef að hafa kannski bara, höfum bara 15 volt hérna. Bara ekki á henni 15 volt. Og díóðan hér er 7,5 volt. Hérna yfir hana. Svona. Og okkur vantar núna að vita hvað hún þolir mikið afl. Og þá googlum við það bara. Og segjum bara að þessi hérna díóða sé 0,5 watt. Við sjáum það bara á datasítinu á netinu. Þannig að hún er 7,5 volt og hún er 0,5 watt. Ef að aflið þarf að segja margfeldur á straumnum í gegnum hana, sem er spennun yfir hana, fyrir yfir 0,5, þá brennur hún. Og þolir bara 0,5 watt í gegnum sig, í gegnum sig, á þess að brenna. Þannig að við byrjum við þurfum að reikna tvö viðnám. Annars vegar þetta viðnám hér, sem gefur hérna 0,5 watt í hita hér og hins vegar þetta viðnám hér sem gefur bara helmingin af því við notum hana bara í hálfu álagi 0,25 wattum sem þýðir bara helmingin vinni strömmur og þetta köllum við köllum þetta 100% álag eða 50% álag og nú tökum við R1 hérna við 100% álag hérna hér er 100% R1 og það er þá bara jafnt og Nei, fyrirgefið. Það er þetta hérna. Sko, við sjá. Það hér er 100% hérna. 100%. Við vitum vöttin og við vitum spennuna. Við að finna I. Og þannig að hérna, við byrjum að finna strauminn. Straumurinn við vitum það 2 parametra hérna. Vöttin og spennuna. Þannig að í 100% er það jafnt og vött deilt með jafnt og 0,5 deilt með hver er spennan yfir R1 til það? 15 volt mínus 7,5 er þetta ekki þetta er vonlust ég ætla að hafa þetta er saman talan ég vil það ekki höfum við hérna bara, sem bara hérna 13 volt hérna. 13 volt. Og þá voru það 5,5 er það ekki. 5,5 volt hér yfir. Það prófaði í vélni, ég held að sé rétt að mér. 13 mínus 7,5, 5,5 volt. Þannig að spennan hérna yfir viðnámið er 5,5 volt. En hérna semst erum við að horfa á díóðuna, við erum bara að horfa á díóðuna hér, þessi vött og spenna hérna. Þannig að 100% strömmurinn hérna hann er 7,5 volt sem er díóðspennan, deilt með upp í vöttin og þá fáum við strömmurinn í díóðunni. Við þurfum bara að nota þetta hérna til að finna viðnámið og eftir 0,5 deilt með 7,5 0,666 jafnt og 0,6 já, 0,0 hérna fyrir ekki 0,0666 ampere. Þetta eru 66 milliampere sem gefa 100% straum og þá til að finna R1 hérna við 100% álag þá höfum við spennuna hér það er bara óhljómlega hérna R jafnt og straumu deilt upp í spennu R jafnt og U deilt með I 5,5 volt deilt með þessu straum hérna 0,066 ampere
og þið fá hérna eitthvað viðnám. 5,5 deilt með 0,066. 80, sem bara 83 ohm. 83 ohm. Þetta viðnám hérna býr til hálft watt hér af hita. Þetta býr til hérna 0,066 ampere hér, í rásinni hér. Allstaðar hérna, 66 milliampere hérna. Svona. Og þá þurfum við að finna út hvað þetta viðnám fyrir stórt. Þetta eru 83 ohm hérna. 83 ohm. Hvað þetta stórt til að fara í hálft álag? R1 50%. R1 50%. Þá er það helmingi minni straumur. Og þá er það bara U deilt með I. Sama spennu yfir R1, 5,5 volt. 5,5 volt deilt með 0,033 ampere. Helmingi minni straumur. Og þá fáum við hérna 166 ohm eða ekki. 5,5 deilt með 0,0333 165 ohm. 165 ohm. Hérna. Og þetta rauða hérna er 100% álag hérna. Er 100% og segjum bara 166 ohm er 50% álag. Svona. Þannig að leikplanið með Zener. Þið þurfið að vita spennun yfir hann og hvaðan þolir mikið afl. Þið deilið spennunni upp í aflið. Þetta, fáðu strauminn sem gefur þetta hérna afl hérna. Þetta er hámarksstraumurinn, 100%. Svo lækkið þetta straumum helming og deilum aftur upp í, það er að segja, hérna fáðu þetta 100%. Svo lækkið þetta straumum helming og deilum upp í spennanlega viðnámið og fáðu út viðnámið við 50% álag. Það er líka í lagi, þið finnir þetta hérna viðnám út þetta 100%, að bara tvöfalda það bara, svona 2, þá sé ég að þið skiljið þetta. Hérna segjum við núna, sko nú erum við búin að fara yfir afríðusdíóðuna, Zenerinn og LED-ið. Erum við með þessar díóður 3 á hreinu? Getum við haldið áfram núna í áriðun eða viljið þið fara í eitthvað meira í díóðum? Þá segjum við að við skiljum núna og vitum allt um afríðusdíóður, ljósdíóður og Zener-díóður. Ok? Og þá týrum við núna bara á hálfbylgju afröðum. Og svo tökum við heilbylgjuna og kollakolli. Fyrir að hratt yfir þetta. Svona. Og þá er svona komið að nota gildinu fyrir afrýðsdíóðuna. Og það er sem sagt, hérna þurfum við að vita svona 2 grunnatriði. Það er spennubreytirinn sem er lykilatriði í þessu. Og þetta er forvað hérna og það er eitthvað vindi, segjum bara 10 móti 1. Og hér er eftirvafið, svona, sem hér sé bara 220 volt og þá eru hér 22 volt. Þetta er volt AC RMS. Hér 22 volt AC RMS. Þetta þýðir það. Við erum eitthvað spennu hérna sem fyrir til Reykjavíkur, frá Reykjavík og bara Asíið. Við veltum þessu hérna upp og gerum línu hérna í miðjunni og það er raunverulega aflið í þessu og það er RMS-ið. Og hér er kjarni á milli og spenni virkar þannig að vera að fara hérna fram og tilbaka með strauminn. Það fyrir hérna niður, fyrir hann upp, niður, upp, 50 sekúndur snýra við fram og aftur. Og það býr hann til segulsvið hérna, í þessum kjarna. Það segulsvið potar rafeindunum hér líka fram og tilbaka í sama takt. Og færri vöf, þá er minni spenna hérna út. Ef það væru jafnmörg vöf hér og hér, þá fengjum við sömu spennu inn og út. Ef það væru öfugt, fá hér og há hér, þá fáið þið hærri spennu út. Þetta er þetta step-down spennir, hann lækkar spennuna. Og þið þurfum að hafa spennubreyta, þið þurfum að hafa skýra mynda hvernig þið virka.
Þetta er riðströmsrás og með riðströmsviðnám og þó þið ómæli með ómæli hérna milli sem það fá hérna bara, segjum bara 100 ohm, þá þegar það fer að vinna þá fá þið miklu hærra viðnám, segjum kannski 800 ohm þegar það byrjar að vinna. Þannig að DC viðnámi spenni er allt annað heldur en hérna AC viðnám. En náttúrulega þetta er spennirinn og þetta þurfum við að vita hvernig þetta hérna vinnir út hvort og hvernig. Og hérna kemur bylgjan síðan út hér miklu minni svona. Og þetta er RMS, bildið hérna, mælt á handmæli. Við þurfum að vita VAF-P spennuna hérna. Hver er spennan hérna upp? Við köllum það VAF-P á ensku volt peak. Og við köllum það volt peak inn að þetta fyrir inn í díóðuna. Hér er díóðan og hér er bara eitthvað álag, pera, svona. Hér er VAF-P inn og hér er VAF-P út. Merkið út, munið þið. Það er önnur hver bara, af því að bara plúsinn hér fer í gegnum díóðuna. Mínusinn kemur hérna, hann bankar hérna hurðina, en spjaldið, það er lokað, leipar hún í gegn. Bara plúsinn í gegn. Og díóðan tekur 0,7 volt. Hérna. Þannig að VAF-P, einhver spenna hér, hún er lægri hér sem nemur 0,7 voltum. Og VAF-P er jafnt og RMS, sinnum rótin á 2. Þetta verður þá 22 volt sinnum rótin á 2 og sjá 22 sinnum kvadratrótin á 2. Þetta eru 31,1 volt. Þetta er 31,1 volt pík. Og það er það hér. Það hérna er 31,1 volt pík. Svona. Og hæðin hér er það sem nemur þessu 0,7 læri og er þetta ekki þá 30,4. 30,4 volt pík út. Ég ætla að slá þessu vilna. 31,1 mínus 0,7. Jú, 30,4 volt pík. Þessa tölu hérna, þetta er það sem við notum síðan áfram til að hérna reikna DCI-gildi og líka við þétti hérna yfir til að reikna út hérna gáfruna. Og DCI-gildið, þessi tala deilt með pi. DCI-gildi er jafnt á VAF-P út deilt með pi. Þetta væri þá 30,4 deilt með pi og þetta er eitthvað kringum 9 volt eða ekki, eða 8 volt. 30,4 deilt með pi, 9,6 volt cirka DCI-gildi. Svona. Þannig að þetta þurfum við að hafa alveg á hreinu, þar að segja þetta ferli hérna, spennibreytir, formaf, eftirvaf, vindínshlutfall, VAF-P inn í dótið, svo lækkar það hérna út af rauninni og VAF-P út. Þetta er eins í öllum afbrigðisrásum. Spennubreytir, afbrigðill og svo eitthvað merki út. Og þessi merki þurfum við að kunna, þar að segja hérna náttúrulega stórt merki, 220 volt, hérna er 10 sinnum minna, alveg eins í laginu, og svo kemur þetta hérna merki hérna út af því að mínusinn fer ekki í gegn. Bara önnur hver bylgja, heitir það svona hálfbylgju afbrigðill. Ok, ég ætla ekki að þetta téttin yfir hér. Við gerum það bara í heilbylgju afbrigðinni, það er sama formúlan. En já, áttu ykkur að þegar við förum á eftir í heilbylgjuna, DCI-gildið er alveg sama formúla hér, nema þá bara sinnum 2 hérna, af því að þá erum við með hverja bylgju. Það er með 2-falt fleiri bylgjur og þá kemur DCI-gildið að VAF-P út sinnum 2 deilt með pi. Það er einu munurinn á því að finna DCI-gildið í hálfbylgju og heilbylgju, þá bara af því að það er 2-falt fleiri bylgjur og finnum 2 hér. Herriði, þá tökum við þetta út. Aðalmálið er heilbylgjan. Það skulum við reikna út bæði DCI-gildi og með þéttinum. Og það segja gáruna og hvað gáran er.
Þetta er svona aðalgægin. Þetta er það sem þið munu glíma mest við í ykkar lífi, alveg sem að þú hefur verið rafvirkjar, rafeindavirkjar, hvað ég gerið. Þið lendið alltaf í því að fá tæki og stungið í samband og það býr til eitthvað DC og það er spennubreytir í því, það er afreiðisbrú í því og það er filterþéttir í því. Og þetta þurfið alveg að kunna upp á 10. Hérna þetta er þá forræða spennum, hérna, og málmkjarni og eftirvæða spennum. Það var þetta bara hérna 8 á móti 1 hérna, vöfin. Og svo teknaði hérna bara brúna hérna, afreiðisbrúna. Og þetta er bara svona, 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 svona. Og hérna, þetta getið þið bara googlað hvernig þetta er gert. Hér er plúfnót, það er aðalmálið. Hérna er A-síð innsjáðið, það er svona merki. Og hér er svona merki. Ef þið eru með díóðubrú sem er svona 1 kubbur, þetta er bara svona kubbur hérna og 4 pinnar hérna út, svona. Þetta er pluss hérna kannski, mínus hér og AC hér yfir báða þessa pinna hérna. Hér kemur AC-merkið inn, þetta er engum máli hvor endin það er. Og kemur pluss út hér. Það eru vanalega þessar brýr, þar eru oft bara svona ferningur, svona eins og eldspýtustokkur með gati í miðjunni og gefur pinni út á hverju horni. Það var það hérna líka á móti. Og þá stendur það við pinna, það er AC hér, pluss hér, AC-merki hérna og mínus hérna megin. Þetta eru típiska brýr. Gatið er svo að segja, það er meiri kælingi í því og þetta er líka klemt á hana, skrúið gegnum hana og svo er kælputt á hana. Það er kæluna. Þessir hlutir, þessar afreiðisbrýr hérna, þetta gefur sig oftast í svona prentkortum. Spennirinn bilar sjaldan. En afreiðisbrúin, einhver díóðan, hún gefur sig oft. Og það þurfum að kunna mæla þetta hérna, mæla þessar afreiðisbrýr. Þessar 4 díóður eru bara hér inni og hér inni. Ok? Þetta þurfum að þekka þessar hluti. Afreiðisbrýr sem eru svona tilbúnar. Og þetta er svona, og hér höfum við bara peruna. Bara svona. Og merkið hér, ef ekki hafa þetta bara 8 upp í eitthvað. Hér eru 224 volt. 224 volt AC RMS. Spenna hérna yfir á eftirvæðinu. Hér á milli er þá 224 deilt með vindingshlutfallinu 8. 224 deilt með 8. 28 volt. 28 volt. Hér á milli mælið með voltmæli, handmæli, 28 volt AC RMS. Það stendur ekki að mælum ykkar RMS. Það stendur bara 24 volt, bara þegar snúi stífin á volt AC. Það er sjálfkrafa alltaf RMS. Og við erum að glíma hérna við þetta hérna, að finna hæðina hér frá 0, hér er 0. Framhaldið til Reykjavíkur, upp í Búrfell, til Reykjavíkur, tilbaka. Og hver er hæðin hér? VP, inn. Og VP hérna, á þessu hér. VP er jafnt og 28 sinnum rótin á 2. Og þetta er eitthvað talað, 28 sinnum rótin á 2, 39,6 volt. Sjáum okkur það, 39,6 volt pík. Hérna, þessi hæð hér er 39,6 volt pík. Mínus 1,4. Hérna leiði þessi, hérna 0,7. Og hér 0,7 og það leið alltaf 2 í 1. Þessar 2 saman, já þessar 2, digg, 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 digg. Þannig að heildarspennufallið í brúnni er 1,4 volt. Og það mínus þetta hérna, 39,6 mínus 1,4, 38,2 volt hérna. 38,2 volt. Og nú hefur það magnað að gerst að merkið út hér, það er svona.
þá vantar ekkert gat lengur. Þetta heilbylgjuafröðun, mínusgæinn hérna, mínusgæinn hér, hann komin hingað upp. Hann hér. Og hæðin hérna, hér á milli, 38,2 volt. Pík, út. Svona. Þetta það sem við fáum út úr brunni. Það merkir hérna. Þetta eitthvað aðaltala hérna. Þannig að notum við bara hér eftir. Og þessi tala deilt með vindjöfnhlutfallinu, ný tala, hún sé notur af 2, þessi tala hérna, mínus föðunni í brúna, þessi tala hér. Bara svona ferli, bara stjórnferli. Tikk. Núna skulum við byrja á að finna DCI-gildið. Eini munur núna á því áðan er það nú koma 2-falt fleiri bylgjur. Þannig að DCI-gildi er það jafnt og bara VP út sinnum 2 deilt með pi. Og það er það bara 38,2 sinnum 2 deilt með pi. Þetta er eitthvað tala, ca. 20 volt. Nei, hún er ekkert, byrju, hún er rúmlega það. Já, sjá bara, 38,2 sinnum 2, eitthvað tala deilt með pi. 24. Segjum við 24 volt, DCI-gildi. Svona. En þessa tölur eru þið ekkert spennt fyrir. Við munum núna tengja þéttir hér yfir. Tengja þéttir hérna. Þetta er það sem við erum með í raunheimum. Spennir, afrýðisbrú, filterþéttir. Þið eru mjög sjaldan með þessa rás með engum filterþétti. Og þá notum við þetta sem við kallum hakkavélina. Við erum að ákveða hvað þittirinn er stór. Ef ekki hafa bara, þeir eru oft svona í kringum, þeir eru nokkur 100 mikrofarad. Og típist er kannski bara 470 mikró, segjum bara þetta 470 mikrofarad. Og við skulum taka þessa peru, þetta er bara viðnám í staðinn. Með hærri ómum, peran hún er kannski eitthvað svona 70 óm. Skulum fara hérna upp í einhver 100 óm til að fá litla gáru. Segjum bara hérna bara 800 óm hérna. Svona. Og það vitið hvað þéttirinn er stór, viðnámið er stórt og voltpík út hvað það er hátt í voltum. Og hakkavélin, ég ætla að færa þessi hérna, taka hérna inn fyrir hérna, 800 óm. Og hakkavélin, hún er sem sagt VP út hérna. Þetta bara hæði ykkur í prófið, ykkur blöðum á netinu. 1 á móti, 2, það er ekki pi, sinnum F, nei það var ekki pi, það er bara sinnum F, sinnum R, sinnum C. Og R-ið hérna það er 800 óm, þéttirinn er 470 mikrofarad og tíðnin hún er 100. Af því að hér eru sko 50 en við tvöföldum hana með því að velta þessu hérna upp. Þannig að hér fáum við 100 rið. Og við fundum það út, þetta er ævintýri, að best er að taka þetta dæmi í tveim hlutum. Þetta hérna, taka þetta hérna sér. Og þá myndum við, þessi tala hérna, þetta er bara þessi tala hér. Þetta er 38,2 volt, vappi út. Það eru með alltaf tölur hérna og þessa græna hér, nú skulum bara geta saman hérna, því að þetta er svolítið brass. 1 hérna, 1 deilt með svíinn, 2 sinnum 100, sinnum 800 óm, sinnum 470, sinnum 10 í veldunu, mínus 6, búið. Og þetta eru þau vona að gera. Nú spenntir ég hérna í vélina hjá mér. Það var bara 1 deilt með, ertu komið með þetta? Er þetta ekki rétt svona þessi formúla hérna? Jú, þetta er rétt. Já, við erum snillingar. 1 deilt með svíinn, 2 sinnum 100, sinnum 800, sinnum 470, sinnum 10 í veldinu, mínus 6, svíi lokast, jafnt og 0,013.
jafnt og 0,013. Það þetta græna hérna. Þannig að þá stendur dæmið 38,2 deilt með 1, það að hérna fyrir ekki 1 pluss hérna, jafnt og 1,013 og þetta gefur okkur einhverja, þetta er spennandi upp í miðja gáru. 38,2 deilt með 1,013. 37,7 volt hérna. 37,7 volt. 37,7 volt DC. Þetta það sem við myndum mæla á DC-mæli. Það að segja, nú ég aðeins að fá að taka þetta bara út hérna. Sko. Þetta er aðaltalan hérna. 37,7 volt. Spennumerkið sem við sjáum á sveiflusjá hérna yfir, þetta er skópið yfir, það er þá svona rippill aðeins upp hérna og þetta er niður, upp og niður, svona sagtönn, upp og niður. Hér er nullið fyrir neðan hérna, þetta er nullið og í miðjan gáruna, hér í miðri gárunni, frá nulli, er 37,7 volt. Svona, þannig hérna. Toppurinn á gárunni er þetta hér. Hún hleðst upp hérna, toppur hér, hleðst upp í spennu, svo kemur ekkert rafmagn. Þá er rafmagn í þéttin eins og herbyggi. Toppurinn hérna þéttin fullan af rafmagni, svo kemur ekkert rafmagn og þá étur viðnámið af þéttunum og þá lækkar spennan hérna. Kemur næsta áfylling, næsti toppur, hérna, og svo kemur ekkert rafmagn næst og þá étur hann af þéttunum og svo kolli. Þannig að hérna er þessi hæð hérna, hún er 38,2. Hérna, svona og svona. Hérna. Og þá það er að segja, í þessari bók, rafbókurinn sem við styðjumst við, þá notar hennar mun hér, af því að þetta er bara vaffpíl, þetta er bara spenna frá nulli, eða það var þetta bara nýtt, já þetta er bara þessi munur hérna, og hann er þá hérna 0,5 volt hjá okkur. Þessi munur hér frá miðjunni upp í toppin hér, þessi gæði hérna, hann er 0,5 volt. Hérna. Og það var kallað hann pík, af því þetta er hérna frá 0 upp í topp. Og svo breytir hann þessu í RMS. Þessum munurum hér og hingað, þar að segja, í bókinni þá segir hann hérna gára RMS er þá jafnt og 0,5 deilt með rótina 2. Það fá ykkur á tölum. Og þetta gæti verið sama tala og þeir myndu fá, eða þeir myndu mæla þetta með mæli hjá okkur og stilla á AC. Af því að AC-ið á voltmælunum ykkar mæli frá 0 upp í topp og eins og þetta sé heilbildja. Deilt með rótinu af 2. Þetta er 0,35 volt þetta. 0,35 volt og það er þá RMS. AC RMS. Þetta er rippillinn gefin upp í RMS. En stundum þurfum við að vita hvað er peak to peak hér á milli. Sko rippillinn er aðal vandamálið í að búa til DC. Hvað er það með háan rippill? Hvað þolir notandinn mikla sveiflu hérna í spennunni? Og volt peak to peak hér hérna, volt peak to peak, það er bara 1 volt. Það er bara 0,5 hérna og 0,5 hérna niður. Munurinn hér á milli er það bara 1 volt. Hérna. Þannig að þetta er haldið trikki sko. Þið fengið hann gefum upp sem RMS eða volt peak to peak. Og það stendur í sumum bara tækjum, þú veist, bara volt inn, sem bara eitthvað 30 volt pluss minus 5% og svo kannski rippill eitthvað að tala. Þannig að þegar þið komið að tæki sem að er típisk bilun
að það eru lengi að kveika á tækjunum, það kemur alltaf error. Þú kveikir á því og þá byrjar þetta alltaf að hitna hérna og þéttirinn fyrir líka að hitna. Og svo slökkvið á því, kveikir á því fljótt aftur meðan það heitur og þá hann virkari og þá minni rippill og þá kemur engin error. Tækið finnir að rafmagn sé komið í lag. Þá hafa þessi þéttar oft bara þegar þetta er gamlir og rýmdin hefur minnkað í þeim og rippillinn eykst. Og þetta er mælt það auðvitað með því að losa það úr og mæla það með þetta mæli. Oft eru þeir svona áttið bólnir aðeins, fattir að bólna, þá eru þeir búinir að vera. Þannig að þetta er svona, þetta þurfa, sko ég er ekki að ergja ykkur mikið í þessu hér, þetta að fá þetta sem RMS. Þeir þurfa bara að skilja að hakkavélin gefur út spennu frá 0 upp í miðja gáru og þið þurfið að skilja að toppurinn er hérna, svo getið aftur hvað gáran er mikil. Hve há er gáran? Ég bið ykkur að teikna bara svona mynd af gárunni og skrifa við hvað toppurinn er hár og hvað miðjan er. Og þá sé ég að þið skiljið þetta. Og það er það sem ég er að fá fram. Að þið skiljið gáruna út úr svona rás. Ok? Þetta er semst, eru þið með þetta á hreinu öll sömul? Eru búin að ná heilbyggjaáriðun með þétti? Tell me. Já, það ekki. Já. Ok, þá bara er þetta að vera búið hjá okkur. Þá er ég bara eftir að minnast aðeins á með miðutæki og svo förum við í regulatorana og þá er búið að fara um efnið. Við erum alveg sko á flegiferð. Við getum bara nota bara sama forráði hérna sem var spennin og hendi hérna upp rás með miðutæki og það er eiginlega bara prinsipið sem er þar. Sjá. Svona. Eða þetta. Höfum bara svona spennin hérna áfram. Man ekki hvað kom út úr þessu. Og hálfbylgjan er svona. Og hér er miðúttak, hér er vír. Svona. Og þetta er bara svona og hér er álagið. Ég get bara verið pera. Trikkið hérna er það að hér er bara hálf uthausspennan og hálf spennan hér. Þannig að 28 volt já. Þannig að hérna á milli eru 14 volt og hér eru 14 volt. Svona. AC RMS. AC RMS. U2 hér er 28 volt. Það er að segja 224 deilt með 8 voru ekki 28 volt á þann? Jú, það er ekki breyst. 224 deilt með 8 28 volt. 28 volt hér jafnt og U2 sem spenna hér á milli. Og svo erum við miðúttak og þá er 14 hér og 14 hér. Og hérna gerist það, og þetta er til jarðar hérna, hérna gæði, þetta er 0. Að hérna er bylgjan svona, hérna er hún öfug, hún er svona. Og þetta þýðir það að það leiðir alltaf önnur díón í einu. Hér er pluss, það fyrir hér í gegn hérna, þetta er svona pluss hérna, ekkert og pluss hérna, ekkert. Hérna þegar það er pluss hér, það er mínus hér, engin leiðinni, og þá pluss hér, þannig að hér kemur þá pluss hér og svo ekkert og pluss hér. Þannig að þegar það er ekkert hérna, þá er pluss hér. Þannig að hérna á þessum pinna hérna, hér er heilbylgjuáhrifin komin, hérna, svona. Helmingurinn er hérna ofan, annarhver, og helmingurinn hér að neðan. Þessi hér eru rauðir, þá sé hér rauður og sé hér rauður. Hann kemur hérna að neðan. Þessi tómu koma hérna ofan. Þannig að þetta er heilbylgjuáhrifin. Við fáum hérna straum í sömu átt hingað inn, alltaf í sömu átt og hverja bylgju fyrir sig, alveg eins og heilbylgjur með afreiðisbrúnni. Og hérna er aðeins þar, hér er lægra spennufall. Hér leiðir bara önnur díun eðu, þannig að hér drögur bara 0,7 volt frá volt pík. Og þú þarf að finna aftur hérna volt pík. Ég man eftir hvað það var. Hérna, VP hér,
Þetta jafnt og já þetta auðvitað önnur spenna. Af því að hér bara helmingi lægri spenna. Þetta 14 volt þetta er bara bláu að sést best. VP jafnt og 14 sinnum rótin af 2. Og það það bara 14 sinnum rótin af 2. 19,8 volt þetta. 19,8 volt minus 0,7 sem einhver díóðan. Og þetta þá 19,1 volt á þessum púlsum sem eru hér. Hérna 19,1 volt pík út. Svona. Og sem hér líka. Hérna. 19,1 volt pík út. Svona. Og DC ígildi það bara sama, það bara þessi tala hér, deilt með sinnum 2, deilt með pi. DC ígildi, þetta er bara alveg eins. Það er bara VP sinnum 2, deilt með pi. Það verður þá 19,1 sinnum 2, deilt með pi. Og þetta er bara einhver tala. 19,2 sinnum 2, einhver tala, deilt með pi. Shift pi 19,2 sinnum 2 deilt með 12,2 volt cirka 12,2 volt. Hér verður þetta þéttir hérna yfir á lagið og þetta það var bara alveg eins og við erum hér áðan með hakkavélinni. R-ið hér, C-ið hérna, sama tíðni, hún 100 og VP út talan hérna, sé hér, hérna. Nákvæmlega eins. Þetta helbyggjaröðun með spenni með miðjutæki og þið sjáu það til að fá sömu spennu á þann þá þurftum við að hafa sko hérna 56 volt hér yfir til að fá sömu spennu vorum á þann. Spennan lækkar helming en á móti kemur að það helmingi minni spennutöp í díónum. Og mér sagt að þetta sé algengt í tölvukorsum, í spennugjöf í tölvukorsum og þá séu við með hálfbyggju með svona spenni með miðjutæki. Þetta er bara eitthvað sem við þurfum að kunna því að þetta er í raunheim, þetta er lent í afriði, svona prentkorti, spennubreytir með 2 mýrum inn og 3 mýrum út. Þá erum við miðjutæki, til dæmis með miðjutæki og svo séu við bara 2 díóður, þá er þetta svona gæi. Þá er þetta heilbyrgjaafriðill með miðjutæki. Ok? Þá skulum við að dempa okkur í það sem að eftir og það eru regulátorar. Og þið sjáðu vandamálið við þetta hér. Að það að fá þessa spennu, rétta hérna út. Og þetta eitthvað fundur. Spennan hér hún að breytast. Spennan inn á húsið hjá okkur getur verið 200 og kannski 34 volt að kvöldi. Og 200 volt kannski mikið álagar á borginni. Og þá breytir spennan hérna út. Þannig að menn bjuggu til litla rásir sem heita regulátorar og við skulum bara teikna upp heilbyggjaafriðil. Þetta stilst best á honum og til þess að fá alltaf sömu spennu út alveg óháð því hvað að gerast á netinu. Hér bara eftirvaf og hér heilbylgjuafriðisbrú, það er bara teiknað bara svona, díó hérna í miðjunni, svona, hér pluss og hér mínus, svona, mínus. Og hérna setja menn bara 3 pinna kubb hérna, sem regulátor. Og sem heitir bara 7809. Þá fáið þið hér út pluss 9 volt, bara alla ævi. Þetta ground hérna og þetta inn hérna. Byrjun heitir inn, byrjun heitir out. Svona. 7809, þetta hér spenna hérna. 09 því 9 volt. Þetta verður, segjum bara 12, það var 12 volt út. Það sem skiptir máli hér, það hvaða spenna, þeir þurfa vanalega að fá 3 volt meira inn á sig. Þannig að hérna verður lágmark 12 volt, svo það myndi virka. Segjum bara, hér séu bara 20 volt. Hér bara 20 volt hérna. 20 volt, cirka. Og hér þéttir, svona, hérna komið þéttir.
20, í þér fyrir okkur rippill svona, þú veist, bara svona merki hérna, svona gára hérna, og hérna í miðjuna er 20 volt. Hérna, 20 volt hérna, miðjuna. Svona. Þetta merkið sem er hér. Og hér er 9 volt. Þá fellur yfir hann sjáðu þið 11 volt. Þetta 9 + 11 eru 20. Á prófinu þurfum við að geta, þið verið spurð hvaða spenna fellur yfir hann hér. Og hér er pera. Tökum bara okkar dæmi, hún er 200 mA hérna. 200 mA, það er bara peran sem við verðum að vinna með, hún er 200 mA þegar hún logar. Og það er spurt, hvað hitnar það mikið? Hve mörg vött eyðast í þessum regulator sem hiti? Þetta er ykkur íhlutur, spennan yfir hann 11 volt og stöfurinn gegnum hann er 200 mA. Það er margfaldið þessa spennu hér, sinnum hennar ströym hér, þá fáið þið vöttin sem eyðast hér. Þannig að vöttregulator er jafnt og U-regulator sinnum I-regulator. Og þetta er bara jafnt og 11 volt sinnum í amperum 0,2 amper. Og þetta eru eitthvað 22 eitthvað. Líklega 0,22 er það ekki. 11 sinnum 0,2. Nei, þetta eru 2,2. Þetta eru 2,2 vött sem eyðast hér. Eins og hér gæja. Hvað eyðist mikið í perunni? Vöttin í perunni hérna, vött pera, er jafnt á straumurinn hérna, það er 9 volt sinnum 0,2 amper. Og þetta er jafnt á 1,8 vött. Þið sjá að það eyðist meira afl í þessum regulator heldur en notandanum. Og það er ekkert vitið því að vera búið til rás hérna og hún hitnar miklu meira heldur það sem er að fara að keyra. Og þá var þessi brilljant hugmynd að búið til nýja tegund af regulator. Þessi er analóg. Hérna er nýja bara frá transistor og sem að leiðir mismikið. Og gefur bara, hann hittnar það bara, þú veist, eins og hann þarf. Þetta er kallað analógur ás. Og svo búin til nýja dótið, switching mode power supply. Og ég ætla bara að fara aðeins yfir þetta með ykkur og við gerum það kannski bara hér. Hérna. Þetta er allt eins að öðru leyti. Höfum hann að sé líka 9 volt út. Switching mode power supply byggir á því að það er rofi sem opnar og lokar gífurlega hratt, mörg miljón sinnum á sekundu. Hér er svona púlsstjafi, digg, og hér er svona feedback hérna á þetta og hér er bara pinnin inn, þetta er bara svona, þetta hér er regulatorinn, hér er inn, pinnin út og ground hérna. 3 pinna pinni. Og það stendur oft replacement for 78. Þá eru pinnandir eins, pinn 1 er hér, pinn 2. Þetta eru svona hlutir sem eru einhvern veginn svona kubbur með 3 pinnum út. In, ground, out. Og þetta er nú, sko, fyrst hafði spennin, svo hafði afræðisbrúna, svo hafði þéttin og svo hafði regulator. Og þá var það alltaf sögum spennu. Þetta er praktísk rás í öllum tækjum. Einhver spenna hérna út. Sem að vara först, alltaf 9 volt. Þetta er 9 volt regulator. Og þessi virkar þannig að þegar það er, segjum að sé hérna, segjum bara að þetta hér sé, að hérna út, át hérna, eru 9,1 volt. Þá lokar hann. Nei, fyrirgeðu, þá opnar hann. Sorry, þá opnar hann. Þá opnar hann. Spennan út og há. Og ef hérna eru 8,9 volt, þá lokar hann. Ef hann fer yfir 9 volt, þá sér hann spennan á há, ég ætla að opna. Ok, ekki mál. Svo undir 9 volt, þá fer hann á lág, ég ætla að loka. Og hann er alltaf að opna og loka og hann býr til út miðgildið hér 9 volt.
opnar og lokar til skiptis, hann mælir hérna, þetta hér er feedbackið, hér mælir hann hvað hann fær út og sendir boð hingað inn, opnaðu eða lokaðu og hann er bara alglamra bara á fleygiferð. Þannig virkar þetta. Switching Mode Power Supply, skammstafað S Switching Mode Power Supply og þetta er notað allstaðar. Ég veit ekki hvernig þið þekkið UFSA, UPS, þegar þið farið bara í eitthvað fyrirtæki og segjum bara sér tölva sem er bókhaldið eða eitthvað sem má ekki missa rafmagnið. Þá er settur á hana varaafgjafi og það heitir UPS, Universal eitthvað Power Supply eitthvað leiðis. Hvað er UFSA á íslensku? Og þeir vinna á sig hér. Þeir búa sem þeir taka inn hérna AC-ið, þeir taka sérst inn hérna, búrfellsrafmagnið hérna, AC-ið og þeir breyta því yfir í DC. Og það búið til DC og svo er því aftur breytt yfir í AC með svona áreilum, með svona hlutum. Þannig að rafmagnið inn, búið til á rafgeyma og svo þegar rafmagnið fer að búrfellið þegar þeir eru í burtu, rafmagnið fer af, þá er rafgeyminn fullir og þeir halda áfram að búið til rafmagn á svo tölvu. Og þetta eru UPS-ar og þetta er sem dæmi notað þar svona, og já, þetta er notað þar. Switching Mode Power Supply. Þeir hitna ekki. Gæinn hérna, nú skulum við breyta honum hérna yfir í SMPT hérna. Hér er komið rofi og hér er feedback-rásinn hérna, svona, hérna svona og svona. Ok. Og nú er spurningin á prófunu. Af hverju hitnar ekki SMPT? En 78 sér hún glóir, alveg bara sjóðandi hitt, ég get ekki haft fullt á henni. Ástæðan er svo að hann hitnar ekki, er að þegar að rofinn er opinn, þá er engin straumur. Engin straumur. Svona, hann er opinn, því að maður er engan straum. Í 0 og þegar rofinn er lokaður þá er engin spenna. Engin spenna. Og vött er jafnt og U sinnum I. Ef önnur talan er alltaf 0, annarkvæmt er rofinn opinn, engin straumur, lokaður, engin spenna, þannig að annarkvæmt er þessi hér 0, þessi hér 0 og þá fáið þau þetta út 0. Þannig að það eigðast engin vött í honum sem hiti. Þannig að þá er bara öll orka sem eigðist fer bara hérna í þennan notanda, eins og þetta á að vera. Þeir eru ekki farið kynnt upp heiminn með einhverjum hérna regulatorum og einhverju dóti sem snar hitnar þetta inni til að búa til rafmagn fyrir þennan hérna notanda. Þannig að sem dæmi bara að þið verið með rafmagnsbíl eða rafmagshjól, eitthvað sem er mjög takmarkað orku og eitthvað vantar 12 volt eða eitthvað spennu til að knýja eitthvað í þessum bíl eða þessu hjóli, þá kaupið ekki 78 seríuna til að búa til þessa spennu. Þið kaupið Switching Mode Power Supply og þið eru að spara rafmagnið. Þið viljið bara búa til rafmagn sem eitthvað vantar, ekki að mikil orku að búa það til. Þannig að SMP, þessi hérna gæjar eru að taka yfir sem regulatorar, en gallinn við þá, innan gæsalappa, er að það kemur þeir eru alltaf að fara sundur og saman. Þannig að við þurfum að þétta í hérna. Þétta og litla þétta og stóra þétta, allavega þétta, af því að það kemur noise frá þeim og þá bara étum við það hérna á þéttanum og það er bara flott merki hérna út. Þannig að það var ekki einu gallinn við og það þarf aðeins að setja þétta í kringum þetta, en það er bara ekkert mál. Heyrið, eruð þið núna með allt efni á hreinu? Afriðsdióður, ljósdióður, syndióður, hálfbyggjaafröðun, heilbyggjaafröðun, afriðsbrú, heilbyggjaafröðun með miðutæki, regulatora, 78 seríuna og SMPT-in. Tell me. Komið. Já. Nei, já. Sko,